Í þessu myndbandi verður farið yfir gerð endurhæfingaráætlunar sem sameiginleg áætlun umsjónaraðila og umsækjanda. Áætlunin forsenda þess að umsækjandi geti sótt greiðslur endurhæfingarlífeyris. Endurhæfing felst í þátttöku í skipulögðum úrræðum sem stuðla að aukinni virkni einstaklingsins og endurkomu á vinnumarkað. Hvert og eitt mál skoðað heildstætt út frá vanda viðkomandi og inntaki endurhæfingaráætlunar. Inntakið þarf að vera skýrt og í samræmi við þær ICD-10 greiningar sem einstaklingurinn með samkvæmt læknisvottorði. Til þess að sækja greiðslur endurhæfingarlífeyris þarf að liggja fyrir endurhæfingaráætlun sem rituð af heilbrigðismenntuðum fagaðila sem jafnframt umsjónaraðili endurhæfingar og umsækjanda. Hægt að sækja afturvirkar greiðslur endurhæfingarlífeyris allt að 2 ár aftur í tímann ef starfsendurhæfing var virk á umbeðnu tímabili. Í endurhæfingaráætlun kemur fram hvaða úrræði umsækjandi skuli sækja til að auka vinnufærni. Mikilvægt að upplýsingar séu skýrar í áætlun. Það hvenær úrræðin hefjast, hversu oft í viku eða mánuði þau eru sótt og hversu lengi þau standa yfir. Hér verða nefnd nokkur dæmi úrræði í endurhæfingu. Úrræði vegna geðraskana geta til dæmis verið meðferð, ráðgjöf eða þjálfun hjá sálfræðingi, félagsráðgjafa, lækni, geðlækni, hjúkrunarfræðingi og iðjuþjálfa, eða meðferð á geðdeildum og hjá geðheilsuteymum. Úrræði sem taka á líkamlegum vanda geta til að mynda verið sjúkraþjálfun, sérstök námskeið þar sem unnið með líkamlega þætti undir handleiðslu fagaðila og sérhæfð verkjameðferð. Einstaklingar með þroskaraskanir geta átt rétt á greiðslum endurhæfingarlífeyris ef þeir eru á starfsbraut eða í vinnu með vinnusamningi eða í öðrum úrræðum til að auka færni, til að mynda þjálfun eða viðtölum hjá þroskaþjálfa, iðjuþjálfa og félagsráðgjafa. Hér koma fram dæmi virkni til stuðnings öðrum úrræðum sem teljast þó ekki sem starfsendurhæfing ein og sér. Úrræðin ekki undir handleiðslu fagaðila og því erfitt að meta ástundun, en þau styðja engu að síður við endurhæfingu. Þetta til að mynda hugleiðsla, AA-fundir, hreyfing á eigin vegum, samvera með vinum, hreyfiseðill, heitir og kaldir pottar og fleira. Umsjónaraðili endurhæfingar og umsækjandi sjálfur bera ábyrgð á þáttöku í endurhæfingarúrræðum samkvæmt endurhæfingaráætlun. Gert ráð fyrir að eftirfylgni með endurhæfingu sé þétt og að umsjónaraðili hitti umsækjandan reglulega. Ef umsækjandi sinnir ekki endurhæfingu eða hættir, ber honum og umsjónaraðila skylda til að tilkynna það til Tryggingastofnunar. Ef þú í vanda, hægt að hringja alla virka daga á milli klukkan 10 og 15 í fagaðila síman 560 44 30 eða senda okkur tölvupóst á endurhæfing@tr.is.